Hingað kominn Benedikt Jóhannesson, framkvæmdastjóri. Sæll Benedikt, þú skrifaðir grein í Morgunblaðið í vikunni sem vakti gríðarlega athygli og það beinlínis, þú fullyrðir þeirri grein að ef við grípum ekki til ráðstafana sem eru þær samkvæmt þér að ganga í Evrópusambandið, þá séum við beinlínis á leiðinni í fátækrar gildu Íslendingar. Já, því miður þá ástandið þannig að við erum með stjórnvöld sem hafa ekki markað sér neina stefnu til framtíðar og við sjáum það endurspeglast í ýmsu, við sjáum það endurspeglast í því að fyrirtæki, stórfyrirtæki sem hafa starfsemi bæði hérlendis og erlendis eru farin að hugsa sér til hreyfings vegna þess að þau geta ekki búið við þetta umhverfi þar sem evran kostar 140 krónur einn daginn, 170 krónur næsta dag, þar sem vextir eru langt umfram það sem þurfa að borga annars staðar, þar sem við hafa engan aðgang að fjármagni yfir höfuð og þar sem við með refsa fyrir það að vera einfaldlega íslensk fyrirtæki vegna þess að við fá ekki heldur lán erlendis. Þetta algjörlega óviðunandi og meðan á öllu þessu stendur þá íslensk stjórnvöld ekki með neina peningastefnu og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ákveður að borga okkur ekki næstu afborgun á lánu vegna þess að stefna okkar ekki ljós. Ástandið alveg grafalvarlegt, þess vegna skrifa ég þessa grein og ég segi eina raunhæfa lausnin sem við höfum það að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. En fátækra gildra, það náttúrulega stórt orð. Já, það mjög stórt orð, en ástandið líka mjög alvarlegt og það miklu alvarlegra heldur en fólk almennt gerir sér grein fyrir. Við urðum hér fyrir alveg geysilegu áfalli í haust þegar að bankarnir hrundu, en þá var þó ríkissjóður mjög sterkur að því leyti að það voru ekki mikil erlend lán á ríkissjóði, þannig að hann gat tekið á sig ákveðið áfall. Ef við lendum í seinna hruni, sem ég held að geti verið veruleg hætta á, það mjög lítill gjaldeyrir í landinu eins og og það mjög mikið af peningum í landinu sem vill fara á landi eins hratt eins og hann getur. Ef við ekki grípum til neinna ráðstafana, að þá lendum við í þessu seinna hruni og ég held að við erum mjög mörg sem berum ábyrgð á fyrra hruninu vegna þess að menn töluðu ekki nógu hátt fyrir það og kannski áttuðu sig ekki á því að það væri að koma og ég segi þess vegna, nú skulum við vara við seinna hruninu sem gæti verið yfirvofandi. Fyrra hrunið, það var í boði útrásarvíkingana, seinna hrunið gæti verið í boði einangrunarsinnanna sem vilja ekki taka upp samning við umheiminn. Og í hverju gæti þetta seinna hrun verið falið? Seinna hrunið þýðir það að við fáum ekki endurfjármögnun á erlend lán okkar, við fáum enga fjármuni inn í hagkerfið og hagkerfið sem ekki fær fjármagn, það bara eins og líkami sem fær ekki í súrefni. Það bara veslast upp og deyr. Og þetta alveg raunverulegt. Það bæjarfélög hérna sem með erlend lán. Það Orkuveitan, Landsvirkjun, bara svo við tökum þetta, og öll þessi fyrirtæki sem erlendis með starfsemi og svo íslensk fyrirtæki hafa líka fjármagn erlendis og íslenska ríkið og nýju bankarnir. Allir þurfa að fá lán erlendis frá. Ef við fáum lán einhvers staðar frá, þá fáum við á ofurvöxtum. Hvers vegna það? Vegna þess að menn hafa ekki trú á íslenska hagkerfinu. Þetta erum við með fyrirtæki sem hafa staðið í skilum við sína viðskiptavini áratugum saman. Það var öllu lokað í október, bara vegna þess að það voru Íslendingar. En nú vorum við með þessi ströngu gjaldeyrishöft sem að nægja þó ekki einu sinni til þess að halda utan halda gjaldmiðlunum. Og hvað þýða þessi ströngu gjaldeyrishöft? Þau þýða það að því nú ég að tala það að við höfum að sækja það að verða fullgildir aðilar að Evrópusambandinu, að við uppfyllum ekki einu sinni skilyrði Evrópska efnahagssvæðisins. Við höfum ekki lengur fjórfrelsi hérna, við höfum ekki frjálst flæði fjármagns. Þetta gæti í versta tilviki, þá getum við séð það að hér haldi áfram að aukast atvinnuleysi, fyrirtækin fara að hverfa eitt af öðru, fólk fari úr landi, flýti bara úr landi og við sjáum þetta gerast í Færeyjum. Þetta gæti jafnvel orðið svo slæmt ef við fáum ekki eðlilegt innstreymi gjaldeyris að hér verði menn í vandræði með að sækja sér nám í útlöndum. Og hvað hefur fyrir mér í því? Jú, menn segja það að vaxtagreiðslur ríkisins þegar að skuldirnar verða komnar, við erum búin að taka ákvar allar þær skuldir sem við þurfum að gera, þá gætu þær orðið 100 milljarðar króna. Þetta var okkur kynnt við afgreiðslu fjárlaga. Ingibjörg Sólrún nefndi þessa tölu. Við erum með viðskiptajöfnuð sem hefur verið mjög hagstæður, óvenju hagstæður, hann hefur verið 20, eða vöruskiptajöfnuður 20 milljarða og viðskiptajöfnuður segja mann hafi verið 5 milljarða, það kannski ofáætlun. Við erum að tala það að við fáum á 3 mánuðum
á ári þá værum við með 100 milljarða á móti, innstreymi af gjaldeyri umfram það sem að við notum í neyslu, en það fer allt í vaxtagreiðslu, það fer ekki í að borga niður höfuðstól, það fer ekki í að gera eitthvað annað að byggja hér upp. En getum við sagt eins og sumir hafa sagt við borgum ekki og bara skellt á? Jú, en þá lánar okkur engin neitt, við getum auðvitað sagt allt mögulegt, en það er afskaplega heimskulegt að segja það. Hvað gera bankar þegar að menn segja að við borgum ekki? Nú, þá er mannum hent út úr húsinu sínu og þeir missa bílinn sinn, en þeir sem koma til þeir og segja, heyrðu, ég get ekki borgað allt af lánum mínu, en ég get borgað í staðinn fyrir að borga 200.000 á mánuði, þá get ég kannski borgað 125.000 og við skulum lengja í lánunum mínu og ég á einhver hlutabréf sem þið geti kannski tekið upp í á móti. Við getum samið þetta og þannig gera vinna menn í séðu þjóðfélagi. Þannig að þú ert ekki hrifin af hugmyndum að bara slíta á alþýðu og gjaldeyrissjóðinn og... Nei, við getum gert þetta auðvitað, en þá verðum við einfaldlega Kúba norðursins. Við verðum eyland sem er algjörlega vinalaust. Kúba átti Bandaríkjamenn fyrst af vinum, nú það var slitið eins og menn þekkja, svo áttu þeir Sovétmenn og Sovétríkin hrundu og þeir áttu enga vini lengur og verða algjörlega einangrað samfélag. Auðvitað getum við farið að dansa salsa og dilla okkur eitthvað, en það er bara ekki mjög heillandi framtíð. Ræl og skottís. Já, það er nú það, já. Vikivaka. Heldur að þið viljið taka við okkur Evrópa? Já, það er engin vafa á því að Evrópusambandið akkúrat núna er mjög líklegt að það vilji taka við okkur. Hvers vegna segi ég það? Já, í fyrsta lagi vegna þess að stækkunarstjóri Evrópusambandsins, Olli Rehn, hann hefur bara margoft sagt það. Íslendingar eru þjóði eins og bara aðra Vestur-Evrópuþjóðir. Við erum nú þegar komnir með yfir 60% af stofnsamningi Evrópusambandsins hvort þið í gegnum Evrópska efnahagssvæðið. Þetta er sömu menningar ríki og svo framvegis. Öðru lagi, Svíar að taka við formennsku núna, þeir gera það 1. júlí. Það þýðir það að okkur liggur á vegna þess hverjir taka við að Svíum. Nú þá voru það Spánverjar, það eru svona þessi sem við óttumst kannski mest í fiskveiðimálum. Þess vegna skulum við drífa okkur að gera þetta núna. Maltverjar eru núna með yfirráði yfir fiskveiðistjórninni. Það er eyríki sem er okkur hagstætt. Skulum flýta okkur að gera þetta og menn get ekki lengur tafið málið og sagt, við ætlum að gera þetta seinna. En sumir hafa talað að Evrópa sé sjálf á niðurleið og við höfum ekkert að gera þangað inn vegna þess að hún muni sogast inn í einhvern svelg. Sko, það er alveg rétt. Það er öll heimsbyggðin í kreppu. Það er hins vegar ekkert ríki lent jafn illa út úr kreppunu og hvergi hefur almenningur orðið jafn illa úti eins og hér. Hvers vegna er það? Það er vegna þess að við erum með gjaldmiðil sem er algjörlega handónýtur og þess vegna hafa skuldirnar rokið hérna upp. Það hefur ekki gerst í Finnlandi eða Írlandi eða öðrum löndum þar sem menn segja að það séu erfiðleikar, það hefur ekki gerst í Danmörku. Allt eru þetta Evrópusambandsríki og þar eru ákveðnir erfiðleikar, en vegna þess að við erum með gjaldmiðil sem enginn hefur trú á og er líklega þrátt fyrir allt, þó hann hafi sigið svo mikið sem að raun ber vitni, í þessum miklu höftum, þá er hann líklega allt of hátt skráður miðað við það sem þyrfti að vera miðað við allt það fjármagn sem er dauðhrætt við þú meinar að hann gæti verið þessu svona 250 ef út í það ferði? Já, sko ég held að það sem gæti gerst er það ef við afléttum þessum höftum að þá gæti evran þess að fara upp í 250 eða 300 krónur eins og myndi því ástandi ljúka vegna þess að þá værum við með allt verðlag alveg úr öllu takti við það sem erlendis er. Hér er húsnæðisverð orðið miklu lægra heldur en erlendis, launur orðin 60% af því sem fólk fær sambærilega erlendis. Það getur náttúrulega ekki gengið þannig að hún er líka á lágt skráð krónan eins og er, en til skamstíma er hún á hátt skráð bara vegna þess að hér eru mjög margar hræddar krónur eins og menn hafa sagt. Já, að lokum, af hverju geta stjórnmálaflokkarnir ekki tekist á við þetta? Já, það er nefnilega það vegna þess að þetta er mál sem að fer eiginlega alveg þvert á stjórnmálaskoðanir manna. Það er eitt flokkur af vísu, Samfylkingin sem hefur alveg einbeitt sér að þessu máli, en í öðrum flokkum eru mismunandi skoðanir, öllum öðrum flokkum og þess vegna ég sagði, þetta er kannski of stórt mál fyrir stjórnmálaflokkana að eiga við og ég held að almenningu verða að grípa þarna inn og þess vegna stofnuðum við þetta grasrótarhreyfingu, sammála.ið, það sem við segjum, við erum bara sammála það eigi að sækjum aðild að Evrópusambandinu og það eru menn frá Vinstri grænum, Framsóknarflokki, Sjálfstæðisflokki, Samfylkingu, óflokksbundið fólk allstaðar að
og þar eru komið hátt á 4.000 manns nú þegar sem að allir segja við skulum sækja við skulum sjá hvað við fáum út úr þessu. En Sjálfstæðisflokkurinn, finnst þér hann hafa brugðist í þessu máli? Ég meina þú gerði þér meiri væntingar landsfundinn hans. Já, sko, Sjálfstæðisflokkurinn, það er alveg augljóst að síðastlið haust þá var það það bil helmingur sjálfstæðismanna sem vildi taka upp viðræður við Evrópusambandið. Nú það kannski þriðjungur eða jafnvel fjórðungur. Hvað þýðir það? Það þýðir það að hluti af sjálfstæðisflokknum bara farin annað. Fylgið orðið miklu minna, nú það 23% í skoðanakönnunum, var áður 30-35%. Hins vegar þá það núna, sjálfstæðismenn hafa verið mjög flöktandi. Ég held séu á leið í rétta átt og ég veit það að margir ráðamenn í Sjálfstæðisflokknum vilja mjög gjarnan lenda þessu máli rétt. Nú þeir þó farnir að tala það að við eigum að taka upp evru. Þeir segja, tökum hann upp evru einhliða með stuðningi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ég hef miklar efasemdir að það sé raunsætt, en þeir eru þó að færa sig í áttina því rétt. Þeir eru hættir að tala norska krónu eða bandaríkjadal og ég hef þá trú að skynsamt fólk í öllum flokkum muni eftir kosningar setjast niður og segja, heyrðu, við getum ekki, við höfum ekki efni á því að standa hjá og segja, heyrðu, við þurfum ekki að sækja Evrópusambandið þegar það eini sénsinn. Ég vorkenni þeim stjórnmálamönnum sem voru á vaktinni þegar að fyrrarhrunið var, en þá voru kannski ekki nú að háværa raddir sem voru við. Nú eru raddir sem vara við seinna og þá hafa menn enga afsökun með því að standa hjá og gera ekki það sem nauðsynlegt er. Benedikt, þakka þér fyrir komuna í þáttinn. Við fáum hér Kára Halldór í lokin.